En fyrst að mengunarmálum, forstöðumaður hjá Matvælastofnun segir að stofnunin muni endurskoða eftirlitshlutverk sitt í kjölfar þess að þúsundir tonna af kadmíummenguðum áburði voru seld í fyrra, en fellst þó ekki á að mistök hafi verið gerð þegar kaupendum að menguðum áburði var ekki tilkynnt málið. Matvælastofnun greindi mengunina í byrjun sumars en upplýsti ekki málið fyrr en í skýrslu nú í desember. Forstöðumaðurinn Sigurður Örn Hansson ræddi við Helga Seljan. Sigurður, velkomin í Kastljós. Takk. Nú liggur fyrir samkvæmt þessum fréttum að menn hafa, óáreittir, að minnsta kosti frá ykkur, verið með í notkun áburð sem að hefur, rúmlega tvöfalt magnað þessum kadmíum í sér, án þess að þið hafið gripið til neinna aðgerða. Hvers vegna gerist þetta? Í þessu tilviki núna var áburður sem að þetta fyrirtæki flutti inn í fyrra, eða réttast árið 2010, þau sýni voru öll í lagi. Þannig að mæling á þessum sýnum núna fékk engan forgang. Það sem svo gerist þegar að við fáum þessa niðurstöður, fyrstu niðurstöðurnar komu 20. maí og endanlega niðurstöður lágu fyrir 9. júní, að þá í raun og veru búið að dreifa áburðunum til kaupenda og í einhverju tilvikum búið að dreifa honum á tún líka. Og það kannski rétt að geta þess líka að mörkin fyrir kadmíum í fosforáburði hér á landi eru strangari heldur en gerist í nágrannalöndum sums staðar. Skiptir það einhverju máli? Því þið hafið haldið þessu fram og talsmaður eitthvað gerði það í gær í sjónvarpsfréttum. Skiptir það einhverju máli í þessu samhengi? Það skiptir kannski... Erum við ekki fyrst og fremst að horfa á íslenskar reglur? Jú, þetta eru íslenskar reglur sem að þarf við eigum að vinna eftir og það að sjálfsögðu alveg rétt að það meginmálið. Við hins vegar þurftum að taka afstöðu til þess þarna hvort að við vildum láta innkalla þennan áburð eða hvort að við vildum tryggja það að þetta kæmi ekki fyrir aftur, og það gerum við með því að taka áburðina skrá. Þá má ekki markaðssetja hann, selja hann og dreifa hann hér á landi ef að fyrirtæki kýsa endurskrá hann. En er ekki fyrst og fremst eftirlitið sem að þið hafið með höndum, felst það ekki fyrst og fremst í því að koma í veg fyrir að þetta magn af kadmíum í gegnum þennan áburð fari ekki í jörð á Íslandi? Jú. Bar ykkur ekki þess vegna að grípa í taumana og innkalla þetta? Já, það var okkar mat, eins og ég sagði, á þarna síðastliðið sumar þegar við höfðum þessar niðurstöður, að það væri í raun og veru búið að dreifa áburðunum til notenda og jafnvel í mörgum tilvikum búið að dreifa honum á tún líka. Þess vegna var það okkar niðurstaða að það væri ekki ástæða til þess, það væri ekki bráðahætta, þetta var vissulega brot á reglunum, þetta var yfir mörkum, en það væri ekki bráðahætta samfara þessu. Eru þið ekki þar með að taka afstöðu með þeim sem að brjóta lögin, sem þar að nefndi fyrirtækið, og gegn neytendunum sem í þessu tilfelli bændur og til dæmis Landgræðslan sem var ekki búin að dreifa sínum áburði og þið máttu vita það á þessum tíma? Já, það er alveg rétt að við munum væntanlega taka þetta til skoðunar, hvort að hvernig við eigum að taka á þessum frávikum eins og þessu. Verklagið hefur verið þetta að taka áburðina skrá. Ef að væri að ræða bráðahættu, þá myndum við að sjálfsögðu innkalla áburðin. En í ljósi þess hvernig viðbrögðin hafa verið núna, bæði frá Landgræðslunni, bændasamtökunum og svo einstakar bændum sem að rættu við, voru þið þá ekki að gera mistök? Já, þetta var okkar mat á þessum tíma. En í ljósi, ég er að biðja að meta það núna eftir á, voru þetta ekki mistök af ykkur að gera þetta með þessum hætti? Í ljósi þess að þið eigið að koma í veg fyrir að því að lögin eru auðvitað til staðar. Bráðahættan getur auðvitað líka bara falist í því að brjóta lög. Bar ykkur þá ekki að koma í veg fyrir það að þetta færi í frekari dreifingu? Eins og ég segi, það var okkar mat þarna á þessum tíma, það væri ekki bráðahætta. Var það rétt mat? Já, við teljum að ég hugsa að við myndum gera það með sama hætti aftur núna, en við myndum
væntanlega, við þurfum allavega að taka það til endurskoðunar hvort að við eigum að segja frá svona frávikum strax þegar þau gerast. Er ykkur ekki alltaf að gera það? Eru þið ekki að vinna fyrir fyrst og fremst neytendur í landinu, þessu til ekki bændur? Það voru kannski ekki endilega svo mikil úrræði sem var hægt að grípa til ef að þessi áburður hefði verið innkallaður, vegna þess að áburðarinnflytjendur þeir liggja ekki með umframbirgðir svona almennt séð. En nú okkur sagt að fóðurblandan hafi til dæmis verið með pakkfullar skemmur vegna þess að þeim hafi gengið í að selja vegna þess að þeir eru undir í samkeppni sölu og áburð og það hafi nóg verið til á áburð í landinu. Já, ég held að ég geti meira segja sagt það á þessum sama tíma þá hafi komið fyrirspurn til Matvælastofnunar varðandi það hversu miklar áburðarbirgðir væru til í landinu. Þetta kom meðal annars til af því að það voru heilmikil harðindi bæði fyrir austan og norðan. Það var líka eldgos. Á eftirlitsstofnun að vera að hugsa það hvort það sé til annar áburður eða hvort það hafa voruð eldgos eða eitthvað slíkt. Svona, er það ekki ískalt mat hjá ykkur einfaldlega að lög séu lög og þið stoppið svona? Jú, það er náttúrulega að sjálfsögðu eigum við að fylgja því eftir að það sé unnið eftir reglunum. Gerðu þið það þannig? Við gerum það að því leyti að við grípum til þess verklags sem að við höfum sett okkur til þess að koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig. Það var okkar mat að þó að þessum áburði hafi verið dreift einu sinni að þá var þetta ekki það mikið magn að það væri bráðhætt af því. Það er þannig að þessi áburður, má kannski hafa það í huga líka, að þessi áburður er í raun og veru gild vara í nágrannalöndum. Það skiptir bara einhver máli hér, lögin hérna eru frekar skýr. Ég er eins og ég segi, ég er alveg sammála því að okkur ber að framfylgja reglunum. Þið hafið áður gripið til aðgerða, þið gerðu það 2010 þegar það kom í ljós að fyrirtæki Garðheimar var að hefja sölu á áburði sem hafði of mikið kadmíummagn. Þá gripuðu til aðgerða og stöðvuðu það. Áttuðu ekki að gera það bara líka þarna? Er eitthvað munur á þessu? Nú man ég ekki alveg eftir þessu tilviki varðandi Garðheima en sko almennt er það náttúrulega það sem við gerum. Við leitumst við að fylgja því eftir að unnið sé eftir reglunum. Kannski hefur það verið þannig að það hefur verið ítrekka brot að ræða. Ég hins vegar bara man það ekki. Ég þori ekkert að fullyrða það. Þannig að það er ekki ykkar niðurstaða að þarna hafið þið gert mistök. Finnst ykkur það ekki? Já, sko það er allavega mín niðurstaða að það eigi að fara eftir þessum reglum og það eigi að tryggja það að þetta endurtaki sig ekki. Það sem að mér finnst kannski að við þurfum fyrst og fremst að taka til skoðunar, það er hvort að við eigum að kynna svona frávik strax. Hvað finnst þér ljósi þess að nú hefur gerst? Ég segi það, við þurfum að taka það til skoðunar. Já, en hvað finnst þér sjálfum í ljósi þess sem nú hefur gerst? Er það ekki einsýnt að þið þurfið að gera það? Að fólk kallar eftir því? Jú, ég held að og við reynum að leggja okkur fram það að kynna niðurstöður og vera með opna stjórnsýslu og við í sjálfu sér má benda á það að við birtum þessa skýrslu. Það er ekki þannig að Matvælastofnun... Þetta birtu hana hálfu ári eftir að þið komist að þessu? Já, það er alveg rétt. Það er alveg rétt. En er það ásættanlegt? Það er þess vegna sem ég segi það að við þurfum væntanlega að taka það til skoðunar hvort við eigum að birta svona frávik eða greina frá svona frávikum strax og við erum með staðfestingu á því að það sé að ræða frávik. Þið sendið frá okkur tilkynning í dag. Þið biðjist ekki afsökunar á þessu. Finnst þér ekki þurfa að gera það? Það er þó allavega að ræða það við mína samstarfsmenn og yfirmenn en ekki var það í umræðinu hjá okkur í dag, nei.